Velkomin. Í dag ætla ég að sýna ykkur hvernig maður smíðar svona óhefðbundið jólatré eins og þetta hér. Ég bjó þetta jólatré til á einum netþjóninum sem ég spila á og skildi eftir gjafir í kringum það. Sagði einhvern frá hver hafi gert það. Og mér fannst það taka svo vel að ég ákvað að búa til lítið vídeó til að sýna ykkur hvernig það er smíðað. Í þetta jólatré þurfum við eftirfarandi. Þurfum 5 grenidrumba, 38 slímkubba, litaðar grænar rúður, þetta eru dökkgrænar rúður, ég nota 20 af þeim, 20 ljósgræn gólfteppi og 8 bara venjuleg græn. Og síðan þarf ég 8 endrot eða endvegur, þetta er mjög undarleg íslensk þýðing á þessu. Ég þarf 12 snæri og 1 smaraðskubb. Á toppinn þá er líka hægt að nota geisla. En ég komst nú ekki í það á þjóninum þar sem ég er að spila, þannig að ég notaði bara smaraðskubb. Og í gjafirnar þá notaði ég svona sjölkerkassa eða skellörkerkassa eins og þeir eru þýddir á íslensku. Í nokkrum litum og setti alls konar skemmtilegt inn í þá. En byrjum bara að smíða. Við byrjum á að gera stofninn. Það eru, setjum við bara hérna, 1, 2, 3, 4, 5. Og síðan setjum við slímið utanum, það er 1 á toppinum, síðan koma 4 hérna utanum og síðan kemur alveg heill hringur hér, alveg 8, alveg hérna, síðan 4 og næstu það fyrir neðan, 4 og síðan er svona tvöfaldur hringur, ég byrja bara að gera einfaldan hring og síðan á hverja hlið þá koma 3 í viðbót. 3, 1, 2, 3 og svo 1, 2, 3. Næst ætla ég að setja glerið á. Ég set gler hérna í hornið. 4 gler hér. Síðan set ég hérna á hliðarna hérna. Á 2 hérna sitt hvorum megin. Og hérna á næstu hæðina líka. Eitt, 2 og 1, 2 í viðbót. Ég ætla að setja þeim bara toppinn strax á. Þetta er svona smaraðskubbur, en það er hægt að nota svona geisla líka. Sýnum ykkur hvernig það er. Það er svona meira eins og kannski jólastjarna. En ég hafði ekki aðgang á því honum á þeim þjónum sem ég er að spila á, þannig ég notaði bara smaraðskubb. Á þjónunum sem ég er að spila á er hann í lifa af og það er mjög mikilvægt að allt sé varið fyrir skrimslum. Og þess vegna setja ég teppi ofan á og þá geta skrimsli ekki birst orðið til hérna ofan á trénu mínu. Þannig ég set teppi hérna. Og síðan setjum við líka hérna niðri, þessa hæð, hérna. Set dekkri teppi hér. Aðeins að breyta upp í þessu. Og ég ætla að setja hérna endrots hérna. Og síðan setja teppi sem eru ofan á bandi. Ég set 1 hér. Snæri og teppi ofan á, snæri og teppi ofan á. Það er að hitta rétt á þetta. Snæri og síðan þarf ég teppi hér. Snæri og teppi hér. Og síðan líka hérna niðri. Áður en ég geri það, þá ætla ég að taka snjóin hérna fyrir neðan út af því að ég á eftir að þurfa að setja snæri hérna á jörðina. Og þá er betra að sé engin snjór á. Ég ætla að taka hérna snjóin undan trénu. En ef maður vill hafa snjóin, hann bara sleppir maður hérna þessu neðstu teppum sem ég set. Ég set snæri hérna, ekki alveg neðst, heldur næst. Og ljósgrænt teppi. Síðan er hérna sem ég set neðst niður og dökkgrænt teppi.
hérna og ljósgrænt teppi, síðan alveg niður á jörðina og dökkgrænt teppi hérna ofan á. Hérna er ljósgrænt og dökkgrænt og snæri og ljósgrænt teppi og síðan hérna síðasta dökkgræna teppi hérna ofan á. Og síðan setja ég hérna ofan á þessu dökkgrænu, þá setja ég líka svona endrots. Endaljós kannski, væri hægt að kalla þetta. Og þá er tréð komið. Þá er bara hægt að setja pakkana. Og ég bara setti svona pakkana hér og þar í kring. Reyna að víxla litunum svona, gera þetta aðeins skemmtilegra. Og kannski einn dökkgrænn hérna í viðbót. Og svona er þetta, fljótlegt og svona smá óhefðbundið jólatré. Og hérna er jólatréð mitt á Skyblocks þjónunum sem ég spila stundum á, sem er svona frekar tæknilegur þjónn. Og ég bjó til svona alls konar gjafir, rauðsteinskassa og einn mjúkan kassa. Og hérna getur fólk komið og valið sér gjöf frá mér. Sjáum síðar, bless bless, gleðileg jól. Ef þér líka við myndbandið þá endilega smelta á líka við knappi, því það hjálpar öðrum að finna myndbandið. Svo mæli ég líka með að þú gerist áskrifandi með því að smelta á áskriftarknappinn eða subscribe knappinn og svo á bjölluna til að fá tilkynningar ný myndbönd.